Og núna erum við komin á Buc-ee's. Við erum komin á stærstu bensínstöð í heiminum. Já, ég held samt sko persónulega á Íslandi, ég held ég myndi aldrei fara í þá. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. What the hell, yo? Dag 3, það er fössari, ég í spánatreynu minni af því að spátnan voru að keppa. Já, við erum sem sagt komin inn í Target. Þú eittir $200 minni í gær. Plana eða jafn miklu núna eða kannski bara taka þessu eðlilega? Ég er alveg til eða jafn mikið. Já, við erum ekkert að fara að gera það. Við erum sem sagt að taka smá pitstoppin í Target af því okkur vantar nokkra hluti. Ég skil ekki okkur vantar alltaf eitthvað, en það er gaman að skoða. Svo erum við að fara í risaeðlupark. Það verður áhugavert. Og svo erum við að fara á Buc-ee's, við erum að fara í kúrekabúð. Þessi föstu dagur verður geðveikur. Ég elska hvað ég segi, ég mun gera 3-4 vlogg og það er dagur 3 og ég er á vloggi númer 3. Þetta verður spennandi. Höldum áfram með Target. Silla er að leita sem einhverjum Octoberry. Má ég fá svona fyrir AirTag-ið mitt á lyklakippuna af því þetta er smá svona fancy? Ertu með AirTag á lyklakippninni? Já. Mér actually vantar svona lightning snúru í gleymindi minni heima og ég er með gömlu AirPods Maxin og þau eru að deyja þannig að ég þarf þetta. Ég ætla að kaupa þetta hérna út af því að mér vantar svona. Já, Silla er svolítið með AirPods case. Hún keypti sér líka minibursta sem er, já, ég er mikill áhugamaður bandarísnammi og einn af mínum uppáhalds YouTuberum, Ryan Dre, hann er náttúrulega með Joyride-nammið og hann býr í Austin, Texas. Þannig að eina markmiðið mitt næstu 3 vikur er vonandi sjá hann í einhverju Target-búð. En ég sé að það er komið nýtt Joyride Lemonade Stand Sour Smacks, tökum það, og Sour Soda Bottle Gummies. Nice. Sko, ég ætlaði ekki að gera neinn TikTok en ég var hann úti. En í Target þá er ég að sjá fullt af nýju nammi. Þetta er basically bara Joyride og Oreo. Þannig að við ætlum örugglega að taka upp USA nammi taste test í dag á morgun til að eiga inni. Ég ætla ekki að gera neinn TikTok hérna úti en I guess we're doing it. Þetta er litlir bara Joyride og Oreo. En stay tuned. Ok, ég var að finna Silla aftur. Hún er komið buxur og ból og brúsa. Ég er bara með nammi. Og ég sá svo svona leggings. Ég ætla að máta það bara. Ég skil ekki hvernig við náum þessu alltaf. Jésús. Já, allt í góð. Heyrðu, þessi Tesla-bíl er geðveikur. Ég vissi ekki að hann væri komin út. Yes, what size? Stoppum á Starbucks. Ég er svo sættur á kameran þetta. Ég fekk mér Strawberry Acai Lemonade. Smakkaði þetta í Miami, þetta var mjög gott. Smakkaði þetta þegar hún var lögn upp á flugvöll. Skál. Já, fínt. Og núna er ég komin í Dinosaur Park. Þetta verður skemmtilegt. Sko, þetta er basically einhver garður þar sem við erum að fara að skoða risaeðlur. Ég veit ekki alveg hvort þetta hentar mínum aldursflokki, en já, við erum að fara að labba og skoða plastrisaeðlur. Skemmtilegt. 6 foot. Ég er meir en 6 foot. Sko. Þetta er mín sko. Þetta er mín sko, en svona Ég held að við séum ekki í rétti aldursflokkurinn en Þetta er á stefnu í einhverja sýru. Silla er mjög spennt eins og þið sjáið. þetta er svo risaeðlugarður. Það eru bara alvöru risaeðlur hér. Þannig að þetta er sko ógeðslega gaman. Vá, þetta er nú geðveikt. Vá, þetta er nú geðveikt. Jæja, þá höldum við áfram. Vá, en gaman. Þetta er gældir á gæðanum. Very long, like 6 foot long. So cute. Nú erum við komin inn í einhverja alveg Texas-búð. Insane við Ameríku. Ég er núna í þessu íþróttabúð. Við getum keypt byssur hérna. Það er daldið skrítið. Það er bara fullt af byssum til sölu hérna. Smá sorglegt við þessa búð. Ég held að hún sé að fara á hausinn. Þú veist, það eru heilu ganganir. Það sem er bara ekki neitt. Höldum áfram. Við erum semst komin á Buc-ee's og þetta er líklegast einn stærsta bensínstöð sem ég geti fundið. Hún byrjar þarna og það eru dælur allar í þangað og fleiri hús þarna. Ég held að það séu yfir 110 dælur bara á þessari bensínstöð. Til samanburðar við Ísland þá eru svona 1200 bensíndælur á Íslandi. Ef við miðum við 5-6 cirka á hverja stöð. Þú veist, þetta er insane. Það sé svo mikið verið túristar. Og núna erum við komin á Buc-ee's. Förum og skoðum. Eigum við að ræða þetta. Heyrðu. Hvaða költ eru við komin í? Það reyndar lítur fáránlega vel út. Vá. Hversu vel lítur þetta út, Silla? Mjög vel út sko. Sérðu það sem hann er að shoppa. Oh my, wow. Það er svo góð lykt hérna sko. Oh my god, þetta er lukkudýrið. Hello. Ég veit ekki hvað dýr þetta er. Hello. Þetta er mjög skemmtilegt. Thank you. Thank you. Oh, thank you very much. Ég var að hitta the one and only Buc-ee, sem er bensínstöðin. Wow. Og ég fekk lím með það, geðveikt. Ég hef heyrt að klósettinn hérna sé mjög fín, en
ég alveg picky þannig við bara sjáum. Eigum að hendi eitt closet review. Ok, þetta er ekki bara sérstætt. Ég hef séð flottara, to be honest, sko. Heyrðu, og svo hérna erum við með heilan vegg fyrir gos. Þetta glas kostar $1.19 og endalaust refill á $1.99. Það er gott verð. Það er samt að allt gosi er bara eitthvað random fyrir utan eina sem ég kannast við 7up og Dr. Pepper. Annars er þetta bara allt eitthvað bull. Oops, sorry. Heyrðu, það er heilt bakari inni þessari bensinstöð. Það er chicken and fries, brisket burrito, chicken burrito, Texas cheesesteak. Heyrðu, fullt af jalapeno hérna? Nei. Þetta er beef jerky veggur og ég fíla alveg beef jerky en það þarf eiginlega að vera sko hunangs. Það er pottið til hér. Ég sé sko jalapeno honey. En ég er bara að smakka það sko. Mér finnst það actually mjög gott. En svo líka til hot and spicy, þannig kannski við smökkum það líka. Vistu við erum hérna? Heyrðu, þetta fer lengra og lengra og lengra. She did not get a photo. Oh, okay. I'm gonna take... Silla, flott. Og brosa Silla. Glæsileg. Thank you. Alveg, þú ert svo mikið fíbl sko. Þú ert svo mikið fíbl. Þessi bífur er út all. Ég held að Guffi myndi vilja þennan. Hann er sett á bansakall. Nei, hann myndir að elska þennan líka. Já, en þetta er... Já. Sko, þessi beaver, er þetta það, beaver, Já. Er á öllu. Þá meina ég sko öllu. Það er náttslappir og af hverju hann low-key cute og af hverju langar mér að low-key í hann. Ég lifi í náttslapp. Það er, wait. Towel wrap. I low-key need that, sko. Það er líka svona travel kit hérna. Yep, anyways. Það er literally allt tengt þessum helvindis beaver. Cookie dough bites. Þetta, sko, hvað eru margar kaloríur í þessu? Ég er búinn að finna kaloríurnar á þessu. Svo bara fullt af kökum. Það er sko þessi beaver á öllu helvindis namminu hérna. Þetta er endalaust. Við erum á bensinstöð. Nei, nú er þetta alveg komið út í hött. Við erum með floaty, við erum með töskur, við erum með fótbolta með Buc-ee's. Við erum með stuttbuxur, þegju, sund, gleraugu. Hvað er ekki til hérna? Ég skil þetta ekki. Svo þetta er, Nóa Gósi. Sko, ég veit ekkert hvort þetta sé stærsta bensinstöð í heiminum eða hljómar bara mjög cool að segja. Sko, ég held að þau elski sig rosalega mikið. Við erum svo miklir túristasella. Það er hundadót hérna. Má ég sjá. Geðveikt. Það er hægt að kaupa föt á Guffan. Og líka til að þrífa loppuna. Og til að þrífa loppunar. Hvað er ekki til í þessari búð? Þetta er eins og Costco og Sterum. Þið voru að velta fyrir ykkur, er ekki örugglega til flip-flops og inniskór, mertan Buc-ee's? Jú, það er líka bara til venjulegir skór og sundskór og inniskór og já, allt saman. Langar ógeðslega mikið í eitthvað svona magnet. Hundataumur með Buc-ee's. Hvað er ekki til hérna? Heyrðu Silla, þú er örugglega flott í svona Buc-ee's bikini í sumar, eða ekki? Það er ól, auðvitað er Buc-ee's með plástra og varasalva og karamellu popcorn með cookies and creambræði. Þú veist, hvað er ekki til hérna? Menn að segja okkur hvað fannst Silla. Svona room spray. Holy shit, hvað góð lykt þessu. Og já, þetta er auðvitað með Buc-ee's eins og, já, allt annað. Þetta er ógeðslega góð lykt. Ég myndi bara heim Þetta með því. þetta er svona Disneyland-lykt. Oh my god, já. Ef við kaupa svona. Þetta er svona Main Street lykt. Ef við kaupa svona. Já, fajita-krydd, já, að sjálfsög. Já, enn og aftur, það er allt til hérna. Það er fajita-krydd og milk chocolate og hvað er ekki til? Steak-krydd, já, við keyptum okkur sliced bacon sandwich. Ég er ekkert eðlilega spenntur að smakka það. Þetta voru dýrferð, já. Já, það eru fullt af orkudrykkjum minna ef þið voru að pæla í. Silla, ég væri til í risastóran inflatable beaver sem stendur partytime á. Þetta þessi passar svalina. Já, kannski getur við að taka þennan heim. Ok, við ætlum að smakka brisketið. Við fengum okkur sliced brisket sandwich. Have you tried this? Yes. Is this good? Yes. All right, I'm trying it for... Delicious. Which one did you get? The brisket? I got the sliced brisket sandwich. Awesome. Good, ok, það er local approved. Ertu spennt? Já. Ertu að grínast? Wow. Sko, ok, þetta er bara hamburgerbrauð, brisket og barbecue sósa. Ertu tilbúinn? Wow. Ok, smökkum þetta. Gott. Þetta er insane. Heyrðu, takk fyrir í dag. Og þá erum við búin á Buc-ee's. Þetta var skemmtileg ferð. Það er 37 gráður úti,
Klukkan er af þetta í 4 og veitum $44 inn á bensinstöðinni. Sem er bara vel sloppið. Jæja, þetta er flottur bíl. Sko, mér langar að gera nokkur hluti í Texas. Við erum búin að fara á Buc-ee's og núna erum við að fara í Texas Boot Company af því að mér langar að máta kúrikahatt og kúrikaskó. Eitthvað svona cowboy shit. Þetta er stór búð. Það er allt stærri í Texas og jú, þessi búð líka stærri. Þetta er bara búð sem selur kúrikahatta og kúrikastígvél. Þetta er alveg stór. Mjög næs. Líka mjög dýr. Hérna erum við með krókódíl, hann kostar $560. Hérna erum við, ég veit ekki hvað. Þetta eru svona Texas skór eitthvað. Þetta eru, þú veist, já, þetta eru rosalegi skór. Þessir hérna, hvað kostar þessir? Þessir eru enda geðveikir. Þeir eru á, ok, þeir eru á $1700, ég sá það á þann. Þessir hérna er á $2000 en þetta er rosalegi skór. Silla, hvað finnst þér? Er þið ekki flottur? Sko, mér finnst þessir eru flottir, þeir eru bara á $270. Já, ég held samt sko persónulega á Íslandi, ég held ég myndi aldrei fara í þá. En það er gaman að pröfa þetta. Já, þetta er skemmtilegt fyrir memories en mér langar núna að finna hatt. Nú erum við að pröfa hatta. Insane hattur, hann kostar bara $160. Ég var ekki búinn að átta mig á hversu dýrir þessir hattar voru. Er ég ekki flottur? Já. Henni er Björn og ég er með hatt. Er ég enda á að kaupa ekki neitt? Þetta var líka fárlega dýrt, en við förum á næsta stað núna. Ég var nákvæmlega að hugsa það sama. Sko, Silla hefur örugglega aldrei farin í bókabúð á ævinni, en það eru kísurinn inni og já, hún er sátt. Er það ekki, Silla? Jú, af hverju ekki sama á Íslandi? Af því allir eru með ofnæmi. Þetta er geðveikur aðrenaldur bara úr alvöru bókum. Ég sé strax eftir að skilja myndalinn með eftir út í bíl því að þetta er geðveik búð sem við erum í. Fullt af kertum hérna. Mér langar rosalega mikið í Labubu kertið. Það er Kim Kardashian eða Guy Fieri kertið. Geðveikt. Skemmtilegu bollar, fullt af áhugaverðum bókum. Þessi bók er skemmtileg og jú, þessi er áhugaverð líka. Þetta er nýja. Nei, byrju, það er twerk. Skal með 1-10 hversu mikið þessi hattur að öskra að ég er túristi. Þetta er geðveikt þægilegur hattur. Gat nú verið að Silla fann annan katt. Silla hreitt. Alfí! Alfí, ertu með dót? Hann reynda skilur ekki íslensku en hlust. Ég veit ekkert hvort það sést á kamerunni en það er að rigna óeðlilega mikið. Það er bara svona dæmi hvað er blautt. Hvað ertu að gera? Það er insane mikil rigning. Heyrðu, og við erum að fara að pröfa að skjóta byssu. Það er sko hellidemba en við erum búin að setja nokkur targets þarna. Líkunar í hitti eru, ég veit það ekki. Nú er klukkan að detta í 9 cirka. Við erum klukkutíma frá Airbnb-inu, við erum búin að vera hérna síðan klukkan 6. Sérst í heimsókn hjá systir mömmu Sillu. Við erum að fá okkur pítsur og eitthvað. Ef ekki bara enda vloggið og við sjáumst næstu við sjáumst. Eða á morgun, ég veit það ekki.